Veist að það manstu þið voru að horfa Já. Ágæta borgarstjórn og fjölmenningarráð, velkomin á þennan sameiginlega fund borgarstjórnar og fjölmenningarráðs. Þetta opinn fundur og við erum með góða gesti, sé ég. Velkomin öll. Yfirskriftin skipti ég máli, kemur mér þetta við og þetta fjallar kosningaþátttöku innflytjenda. Mjög verðugt þarft mál sem við ætlum að ræða hérna í dag. Og fyrstur tekur til máls borgarstjóri. Ágæti forseti, kæra fjölmenningarráð, borgarstjórn og aðrir góði gestir. Velkomin í Ráðhúsið á þennan opna fund fjölmenningarráðs og borgarstjórnar þar sem að við ákváðum fyrir nokkru síðan að beina sjónum að kosningaþátttöku innflytjenda. Skipti ég máli, kemur mér þetta við, yfirskrift fundarins. Og stutta svarið að sjálfsögðu já og já. En svarið ekki svona einfalt eins og við vitum eða augljóst
Allavega þá virðist tölfræðin benda til þess að við praktíserum ekki þennan einfalda sannleik. Allavega ekki ef við lítum þannig á að það að taka þátt í lýðræðislegum kosningum sé hluta því að vera partur af samfélagi. Að þá vitum við að bæði við horfum til ungs fólks, innflytjenda og þeim sem eru jaðarsettir félagslega, að þeir taka mun síður þátt í samfélaginu að þessu leyti heldur en aðrir. Til þess að ávarpa þetta að þá setti borgarstjórn niður starfshóp í nóvember á síðasta ári sem var beðinn að finna leiðir til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningunum í vor. Við óskuðum eftir því að sjónum yrði beint að þeim hópum sem að sýndi sig að hefði tekið minni þátt en aðrir, til dæmis ungmennum og þeim sem væru af erlendu bergi brotnir. Starfshópurinn vann hratt og vel og skilaði til okkar skýrslu með tillögum að aðgerðum þann 18. janúar síðastliðinn. Tillögurnar eru meðal annars efni þessa fundar og vil ég þakka hópnum öllum kærlega fyrir vel unnin störf. Ég verð að segja að í mínum huga niðurstaðan býsna sláandi þó við höfum vitað að vandamáli væri fyrir hendi og hún skýr. Það sem kemur þó kannski á óvart að okkur virðist alls ekki hafa tekist að vinna bara nokkuð einfaldan grunn sem ætti að vera klár og auðunnið verkefni, nefnilega það að svo ótrúlega margir sem að starfshópurinn talaði við virðast hafa verið sammála um það að stærsta hindrunin fyrir mjög marga og ástæða þess að fólk skilaði sér síður á kjörstað en aðrir væri einfaldlega skortur á skýrum, einföldum upplýsingum, hvað heyrir undir sveitarstjórnarstigið, svo dæmis tekið upplýsingar kosningarétt. Það eru mjög stórir hópar sem að átta sig alls ekki á því að fólk hefur rétt á að kjósa, kjörstaði og svo ferli við að kjósa. Þá ótalinn hlutur flokkana sem í framboði sem mega greinilega standa sig miklu betur að veita upplýsingar stefnu sína, bæði almennt og í málum sem snerta kjósendur sérstaklega. Og þá á ég auðvitað við á aðgengilegum miðlum og á þeim tungumálum sem fólk talar eða skilur. Þessi niðurstaða ekki sú sem að vill sjá í samfélagi sem vill vera samfélag fjölmenningar. Það búa 36.000 innflytjendur á Íslandi eða rétt tæplega 11% þjóðarinnar og fer reyndar hratt fjölgandi, býsna hratt. Ég held að það hafi verið slegið einhvers konar met í fyrra og ég segi þetta nú svona hugsandi uppátt hvort að þessar tölur séu hugsanlega þegar orðnar úreltar. En helmingur þessa hóps, þar að segja hlutfallslega fleiri heldur en í samfélaginu í heild, búa innflytjendur í Reykjavík. Þar að segja 14% allra íbúa borgarinnar eru af erlendu bergi brotnir og þess vegna snertir þetta vorið og viðfangsefni okkar núna framundan beint. Þessi skortur á nauðsynlegum og mikilvægum upplýsingum réttindi fólks sem hingað flytur og þá þjónustu sem að þeim stendur til boða og okkur ber skylda til að veita því miður líklega hluta miklu stærra vandamáli og sem kristallaðist meðal annars núna þegar að konur af erlendum uppruna stigu fram í krafti MeToo-byltingarinnar. MeToo-byltingin hefur út af fyrir sig gjörbreytt að mörgu leyti hugmyndum okkar eða neytt okkur sem samfélag til að horfa í ákveðin spegil varðandi kynferðislega áreitni, ofbeldi og gróft ofbeldi í samfélaginu.
En þegar kemur að erlendum konum á Íslandi að þá sú spegilmynd býsna sársaukafull að horfa í. Því að það má eiginlega segja að sögurnar beri með sér tvöfalda mismunun, bæði eins og við sjáum endurspeglast í sögum annarra kvenna, hvort sem það innan stjórnmála, stjórnsýslu, mennta eða íþróttahreyfingar, og síðan að auki vegna þess að viðkomandi eru af erlendum uppruna. Ég verð því að og vil hrósa þeim sem fyrir þessu stóðu og stigu fram og tóku slaginn og töluðu máli erlendra kvenna í fjölmiðlum alveg sérstaklega vegna þess að það þeim mun mikilvægara og merkilegra skref vegna þess að þess veruleika sem að sögurnar bera með sér. Og mér langar til þess að lesa hérna orðrétt úr yfirlýsingu kvenna af erlendum uppruna með leyfi forseta. Frásagnir kvenna af erlendum uppruna eru ofnar úr fordómum, mismunun, markvissu niðurbroti, vanrækslu, útilokun og misnotkun. Margar okkar hafa upplifað það að vera yfirgefnar og einangraðar af hálfu þeirra sem við treystum. Með því að sameinast frásagnir hafa augu okkar hins vegar opnast fyrir því að samfélagið hefur langa hríð snúið blinda auganu að ýmsu misjöfnu sem áttu við sér stað gagnvart konum af erlendum uppruna, framkomu sem hefur leitt til þess að margar okkar upplifa sig ekki öruggar og að mörgum okkar finnst við ekki eiga sama rétti verndar, aðstöða og réttinda í íslensku samfélagi, tilvitnun lýkur. Þær skora okkur að þær geti treyst því að samfélagið leggi við hlustir og brugðist verði við þessari umræðu og það okkar sameiginlega skylda að gera það og ég held að það sé að sumu leyti forsenda lýðræðislegrar þátttöku að hver og einn finni til öryggis og ákveðins frelsis í samfélaginu. Og að því leyti svo veruleiki sem birtist í frásögnum kvenna og MeToo-byltingunni og það sem við erum að ræða hér var þetta virka lýðræðislega þátttöku á jafnræðisgrundvelli náskylt. Það lykilverkefni í Reykjavík að vera eitt samfélag. Við erum fædd víða en við erum öll Reykvíkingar og eigum öll sama rétt í þeim krafti. Ég held að það muni flýta því að við náum utan öll þau verkefni sem bíða á þessu sviði að þær fái meiri athygli í borgarpólitíkinu og í samfélaginu almennt, að þátttaka innflytjenda í borgarstjórnarkosningum aukist og stóraukist strax í vor og í starfi allra flokka og framboða og í samfélagsumræðinu almennt. Ég vona það að þessi fundur og umræðan hér sé eitt lítið skref í þá átt. Ég ítreka þakkir til Fjölmenningarráðs, til þeirra sem sátu í starfshópnum og hlakka til að heyra umræðuna hér í dag. Við fáum yfirlit yfir niðurstöðu starfshópsins, heyrum af rannsóknum á kosningaþátttöku og vonandi eigum við líka opna og hreinskilna umræðu verkefnin sem þarf að vinna til þess að breyta tölfræðinni sem við erum að tala um. Takk og kærlega fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Guðrún Magnúsdóttir og erindi hennar ber yfirskriftina Borgarstjórnarkosningar í Reykjavík 2014. Innsýn í reynslu fólks af erlendum uppruna af þeim. Gjörðu svo vel, Guðrún. Góðan daginn, kæra borgarstjórn og gestir. Takk fyrir að bjóða mér hér í dag. Ég heiti Guðrún Magnúsdóttir og ég hingað komin til að segja ykkur í grófum dráttum frá mastersverkefninu mínu sem ég vann fyrir 4 árum síðan.
Það fjallar sem sagt kosningaþátttöku fólks af erlendum uppruna í síðustu borgarstjórnarkosningum árið 2014. Þegar ég hugsa tilbaka og rifja upp tímann þegar ég var að byrja að vinna verkefnið sjálf, þá átti ég mig á því að ef ég væri að skrifa það í dag, þá sæti ég hérna einhvers staðar og væri að skrifa mjög spennt og hlusta mjög mikið á allt sem allir segja. En já, gaman að vera komin hérna með við borðið í dag. Já, með rannsókninni minni vonaðist ég til þess að vekja athygli á þeim hópi kjósenda sem fólk af erlendum uppruna er. Ég vildi vekja athygli fræðasamfélagsins í þeirri vonum að það yrði rannsakað nánar. Ég vildi líka vekja athygli stjórnvalda í þeirri vonum að það yrði gert betur í þessum málaflokki. Ég vildi líka vekja athygli samfélagsins því að ef við viljum búa og starfa í lýðræðisríki viljum við þá ekki að allir meðlimir lýðræðisríkisins hafi jöfn tækifæri til þess að taka þátt. Að sjálfsögðu var markmiðið líka að skoða upplifun og reynslu fólks af erlendum uppruna af þátttöku í Reykjavík. Hvernig upplifðu þau kosningarnar? Ég vildi líka skoða aðgengi þeirra að upplýsingum, bæði praktískum eins og til dæmis hvernig kýs ég, hvar kýs ég og ekki síst, er ég með kosningarétt? Eins vildi ég skoða hvernig og hvort þau gætu nálgast upplýsingar eins og stefnuskráir flokkana og svo framvegis. Þar sem hef svokallaða Moskvamál setti mikinn lit á kosningabaráttunum 2014, þá dró ég það líka inn í verkefnið. Ég tók sem sagt viðtöl við fólk af erlendum uppruna sem ég komst í samband við í gegnum Facebook. Markmið mitt var mjög gott. Ég ætlaði að tala við 10 til 20 manns, en því miður tókst mér ekki að sannfæra fleiri en 6 til þess að tala við mig. En svo fór ég líka á 2 framboðsfundi sem voru ætlaðir innflytjendum í Reykjavík. Við vinnslu verkefnisins fannst mér ótrúlega merkilegt og mikilvægt að skoða hérna svokölluðu hvetjandi og letjandi þætti þátttöku. Það er að segja, hvað er það sem hefur áhrif á það hvort manneskja tekur þátt í kosningum eða ekki? Fræðimenn eru jú allir sammála að þættir eins og kyn, aldur, stétt og staða eigi við fólk af erlendum uppruna rétt eins og alla aðra. Svo er það atriði sem er sérstaklega við fólk af erlendum uppruna. Það er til dæmis tungumálið. Ef viðkomandi talar tungumálið, þá er hann líklegur til að kjósa. Ef viðkomandi hlaut menntun í búsetulandinu, þá er hann líklegur til að kjósa. Ætlar viðkomandi að dvelja í lengri eða styttri tíma í landinu, og ef viðkomandi býr þar sem er hátt hlutfall innflytjenda, þá er hann líklegur til að kjósa. Það er af því að það er auðveldara fyrir félagasamtök, þrýstihópa og jafnvel fjölmiðla að starfa sem einbeita sér af málefnum innflytjenda. Og svo er líka eitt atriði, er verið að breyta eða herða innflytjendalöggjöf í búsetulandinu. Þá eru innflytjendur líklegri til að taka þátt og að sjálfsögðu reyna að verja sín réttindi. Eitt atriði finnst mér sérstaklega áhugavert. Bandarísku fræðimennir Ramakrishnan og Espen Sitt hafa rannsakað mikið kosningaþátttöku innflytjenda í Bandaríkjunum. Og þeir tala að einstaklingur kemur frá ríki þar sem er hefð fyrir pólitískri kúgun, kúgun skoðana almennings, já, þá eru viðkomandi líklegri til þess að efast stjórnvöld í búsetulandinu og lýðræðið. En þó nefna þeir að í sumum tilfellum getur það líka haft hvetjandi áhrif því að einstaklingurinn fagnar þá nýfengnu pólitísku frelsi. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða hvað kom út úr viðtölunum við viðmælendur mína. Þar kemur ljós að þeir þættir sem teljast hvetjandi eiga við þátttöku viðmælenda minna. Til dæmis þá höfðu þeir sem höfðu gott vald á íslenskunni, þeir tóku þátt. Þeir sem hlutu menntun á Íslandi, þeir tóku þátt. Og svo ef við tökum vafaatriðið, þá var einn viðmælenda minna frá ríki fyrrum Sovétríkjanna og hún talaði að fólk þar hefði ekki mikla trú á lýðræðinu, en hún tekur nú samt þátt í kosningum hér á Íslandi. En svo talaði ég líka mann sem hafði fæðst í flóttamannabúðum og hafði aldrei verið með ríkisborgararétt fyrr en hann fekk íslenskan ríkisborgararétt 2013. Þá var hann 35 ára. Hann dásamaði það að mega loksins kjósa og taka þátt í ákvörðunum í samfélaginu. Þannig að það eru einhverjir hvetjandi þættir sem eiga við mína viðmælendur.
Þegar ég ræddi Moskumálið, þá voru þau öll sammála að það hefði verið sorgleg umræða og Moskumálið hafði hvetjandi áhrif á einhverja af viðmælendum mínum til þess að taka þátt í kosningunum. Þegar kom svo að aðgengi af upplýsingunum, þá virtist að fara í rauninni eftir áhuga viðkomandi á stjórnmálum. Þeir sem voru áhugasamir áttu í minni erfiðleikum með að finna upplýsingar, en þeir sem voru minna áhugasamir fannst það frekar erfitt. Til dæmis einn viðmælenda minna sem vissi ekki að hún hefði kosningarétt fyrr en eftir kosningarnar. Það mjög alvarlegt, finnst mér. Og ég ætla að geta mig til að hún sé alls ekki einsdæmi. Og mér finnst alveg nauðsynlegt að stjórnvöld og samfélagið geri sitt besta til þess að laga þetta. Reykjavík Grapevine var nefnt sem upplýsingaveita þegar kom að því að finna upplýsingar stefnuskrár flokkana og frambjóðendur. En það voru þó einhverju viðmælendur sem tókst að finna upplýsingar á vefsíðum flokkana. En það áhugavert í ljósi þess að á einum framboðsfundunum sem ég sótti kom það fram að á þeim tímapunkti var aðeins einn flokkur með upplýsingar á öðru tungumáli en íslensku aðgengilegt. En eftir þennan fund hafa greinilega flokkarnir tekið sig á og gert betur. Það gott. En varðandi fundina sjálfa, þá ræddi ég þá við viðmælendur og þeim fannst öllum frábært að það væri staðið fyrir þessum fundum. Þeim fannst það mjög jákvætt. Svo var það kosningaþátttaka fyrri ára sem ég skoðaði líka. Það eru til tölur frá 2006 sem segja ykkur að þá hefur kjörsóknin verið 40,4%. Það eru engar tölur til fyrir kosningarnar 2010 og þegar ég vann verkefnið fóru ekki komnar neinar upplýsingar þátttakunum 2014. En þær voru birtar í lok árs 2014 og þá kom í ljós að þáttakan var 21%. Þetta náttúrulega sláandi og mér fannst líka mjög leiðilegt og bara skrítið að það sé ekki til tölur frá 2010 af því þessar tölur geta gefið manni miklar upplýsingar eins og til dæmis hvort við þurfum að vinna markvisst að því að auka kjörsókn hjá vissum hópum eins og til dæmis fólki af erlendum uppruna. Þeir viðmælendur mínir sem kusu, það voru allir nema þessi eini sem vissi ekki af kosningaréttinum, þau upplifðu það á jákvæðan hátt. Þeim fannst þau tilheyra í samfélaginu og voru ánægð með að hafa áhrif. Þeim fannst öllum mikilvægt að taka þátt. Að lokum vil ég bara minnast á það að það vantar sárlega fleiri rannsóknir á þessu málefni svo við getum lært meira og gert betur. Og svo algjört lykilatriði að allir sem eru með kosningarétt viti að þeir séu með hann. Fjölbreytileikinn í samfélaginu eykst með hverjum deginum og hópur fólks af erlendum uppruna stækkar og það svo krúsjál að huga vel að þessum hópi. Í stefnu íslenskra stjórnvalda aðlögun innflytjenda frá árinu 2007 kemur fram að þátttaka nýrra Íslendinga á öllum sviðum samfélagsins sé einkar mikilvæg. Þetta hlýtur að ná til lýðræðisins líka, sem jú hornsteinn íslensks samfélags, til að allir geti tekið þátt. Þá þurfum við allir að hafa jöfn tækifæri, ekki satt? Takk fyrir. Já, þá hefur Guðrún Magnúsdóttir lokið máli sínu og það komin kærlega fyrir fróðlegt erindi. Við ætlum síðan að leyfa spurningar og umræður hérna á eftir öllum erindum, eftir að öll erindi hafa farið fram og næst taka til, hver var það bara, Jóhanna? Já, næst tekur til máls Jóhanna Marcinkowska og hún ætlar að fjalla niðurstöðu vinnu starfshóps leiðir til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningunum 2018. En með henni unnu, og hún kannski fyrir það Tómas Ingi Adolfsson, Unnu Margrét Arnardóttir og Hildur Lillendal Viggósdóttir. Góðan daginn. Eins og sagt, ég heiti Jóhanna Marcinkowska og starfa í Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar sem sérfræðingur innflytjendamála. Og ég var hluti af starfshópi leiðir til auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningum 2018 og með mér í hópi voru Unnur Margrét Arnardóttir sem var líka formaður hópsins, Hildur Lillendal Viggósdóttir og Tómas Ingi Adolfsson. Starfshópur var settur frekar
þröngur tímarami, en ég held við náðum alveg samráði við alla hagsmunahópa og skilum frekar góðum niðurstöðum. Þegar við lögðum af stað reiknum við með að hópurinn myndi skila hugmyndu auglýsingaherferð, sérstaklega af samfélagsmiðlum, en eftir því sem samráðið við hagsmunaaðila var meira, var okkur ljósara að það fyrst og fremst skortur af aðgengilegum upplýsingum sem heldur aftur á kjörsókninni en ekki skortur af áhuga eða hvatningu. Og það samræmist held ég þessu sem sagði Guðrún núna. Við vonum til þess að niðurstöður okkar verði gott veganesti inn í starf Reykjavíkurborgar næstu mánuðina og við viljum að okkar vinna heldur áfram og grennandi áhuga þessum málum og við hvetjum að þær hugmyndir sem framkoma á skýrslunni verða að veruleika. Já, við fórum af stað í endan november, svo við hófum bara mjög stuttan starfstíma og við áttum að skila tillögur aðgerðum til þess að auka kosningaþátttöku í næstu borgarstjórnarkosningum í Reykjavík og við áttum sérstaklega samkvæmt erindisbyrði skoða hóp innflytjenda og unga fólksins. En þegar við byrjum að skoða gögnum kosningaþátttöku í ýmsum kosningum og fundum með sérfræðinga, komum að því að það eru fleiri hópar sem gott væri að skoða, eða bæta í þennan markhóp. Og samkvæmt gögnum kom í ljós að kosningaþátttaka hjá konum eldri en 80 ára lækkar með aldri, á þessum aldri, miðað við karla að sama aldri og við sjáumst líka munstur eftir hverfum í Reykjavík sem mögulega mátti tengja við félagslega stöðu íbúa. Og við ákváðum að bæta þessi hópar líka og líka hóp fatlað fólks sem við eigum reyndar enga gögn kosningaþátttöku en gerum okkur grein fyrir að það líka hópur sem hjá þeim kosningaþáttaka ekki mikið. Já, og allir sem starfshópur ræddi við, sem við toldum við, sagðu að þessu stærsti hindrun við að þau koma ekki á kjörstað og taka ekki þátt í kosningum þessi skortur að skýrum, einföldum og aðgengilegum upplýsingum. Og það upplýsingar meðal annars hvað heyri undir sveitarstjórnarstig, af hverju maður kjósa bæði ríkisstjórn og sveitafélag. Upplýsingar kosningarétt, sérstaklega hjá innflytjendum, sem sagt fólk ekki að gera sig grein fyrir að kosningaþáttaka í sveitarstjórnarkosningum tengist ekki ríkisborgaréttindi og ég var í þessum hópi líka. Ég held ég misti mínum fyrstum sveitarstjórnarkosningum sem ég átti rétt af að kjósa. Upplýsingar hvar eru kjörstaðir, ferlið við að kjósa, hvernig gerum við það og upplýsingar stefnuflokkana í framboði bæði almennt og í málum sem varða þessa hópa sérstaklega. Sem sagt það ofta stjórnarhreyfingar eru að einbeita sér í málefni ákveðna hóps en í rauninni þau eru alltaf að vinna fyrir samfélagið og þessi hópar, þrátt fyrir þau eru minnihlutahópar, þetta jaðarsettahópar, þau eru líka hluti af samfélaginu. Og tillögur okkar eru þannig settar að fyrsta fjórar eru stærstu tillögur og hanga á miklu leyti saman og svo tillaga númer 5 eru smærri tillögur. Og þetta okkar fyrsta tillaga einmitt að við erum að fara fram með, við þurfum að framleiða og uppsetja aðgengilegar upplýsingar og setja þeim á einfaldan og aðgengilegan hátt og í samstarfi við sérfræðing í slíkri uppsetningu. Sem sagt, upplýsingar eru oft mjög flóknar á flóknu máli og það ekki hægt að, sérstaklega fyrir fólk sem kannski þekkja ekki mjög vel íslensku, fólk sem yngri, fallar fólk sem hefur kannski erfitt með skilningu og
bara segjum við það er ofta mjög flókið að finna út hvað fjallað. Og já, það næst, fyrir ekki. Næst, eftir við erum búin að framleiða þessar upplýsingar og þetta eru upplýsingar sem við þegar nú til, við þurfum bara einhvern veginn að móta þeim á aðgengilegu máli. Viljum við að miðla þessar upplýsingar til þessa hópa og hér erum með 2 möguleika. Við getum sett upp bara vefsíðu á vegum Reykjavíkurborgar en starfshópur leggur til að nýta vefsíðu jekis.is vegna sérþekkinga aðstandenda síðunnar í kosningaþátttöku ungs fólks. Þetta sem sagt verkefni sem eru búin að vera í gangi nú þegar og með góðum árangri og það sýndi auka þátttöku hjá unga fólki til dæmis í síðustu ríkisstjórnarkosningum. Og verkefnastjórar þessa vefsíðu sýndu áhuga líka að breyða þessi hóp sem þau vilja beita sig á, líka við erum innflytjendur til dæmis og fatlað fólk. Og okkur fannst það bara líka mikilvægt að halda þessu verkefni gangandi, sem sagt ekki setja eitthvað upp sem kannski degi eftir kosningum, en halda þessu vinnu all ár inn á milli kosninga líka. Þriðja tillaga er dreifing upplýsingar. Við ætlum að leita til auglýsingarstofu að hjálpa okkur við að móta kynningaherferð og þar ætlum við að miðla upplýsingum einmitt þessa vefsíðu sem inniheldur alla mikilvægsta upplýsingar. Og þessi herferð, tón í herferðinni á að vera jákvæður, prediki ekki og sýni þeim hópum sem hún miðað við að virðingu. Og við ætlum að einbeita okkur að samfélagsmiðla á einhverju leyti. Við lögum líka til að búa til myndband sem lýsir ferli á kjörstað. Þá sérstaklega erfitt fyrir fólk sem að kjósa í fyrsta skipti að koma á nýja stað, vita ekki hvernig það gert og það geti verið mjög hjálplegt. Svo ætlum við að einbeita okkur svolítið svona gamla góða bréfsendingu að okkur fannst það mikilvægt að láta fólki vita að þau eiga kosningaréttindi í fyrsta skipti, sem sagt ung fólks og innflytjendur, og það verður bara persónulegt bréf á fólk og sagt það til hamingju með kosningaréttindi og þetta, þú ert að kjósa þetta og þetta. Hér kjörstaður, hér eru leiðir til að komast á kjörstað, til dæmis við strætó og bréf til innflytjenda verður settur á að minnsta kosti ensku eða pólsku eða fleiri tungumálum. Svo verður bréf líka sendt til kvenna 80 ára og eldri og það ætlum við kannski einbeita okkur í texta aðgengis eða hvernig hægt að komast inn á kjörstað til dæmis sem gæti komið í veg fyrir að þessi hópur tekur ekki þátt. Svo ef við tólum þessi hverfi sem kjósa meira en hinn, það vorum við að spá að senda dreifibréf á þessu svæði þar sem við erum að hvetja fólk til að koma á kjörstað og kjósa. Og þessi kosningaskipti tengist líka þessum hópum, sem sagt hverfi sem kjósa meira eru þessi þar sem eru innflytjendur til dæmis búa. Við getum tengt það með. Svo ætlum við að senda líka tölvupóst til póstlista sem Reykjavíkur hefur aðgang á, sem sagt innflytjendahópa og hagsmunahópa sem við ræðum við. Við ætlum að nota strætóskil að mæta fólks þar sem þau eru, eins og innflytjendur eru nota almenningssamgöngur, hitta fólk á vinnustað þar sem fólk Allir vakandi? Jóhanna hætti sig.
Má ég hætta? Mögulega væri hægt líka að fara í samstarfi vinnustaði og stéttarfélag, móðurmál og íslenskukennslu fyrir innflytjendur og líka dreifa kynningarefni á til dæmis stöðum í almannarými í verslunum og sundlaugum. Við vorum að leggja líka til að kanna samstarfi trúfélag þar sem margir innflytjendur eru meðlimar. Svo tillaga að kannski til framtíðar fara í samstarf við Háskóla Ísland og gerð kynningarefnis og rannsókn á virkni þess. Sem sagt, við tölum við Háskóla Íslands og þau sýndu áhuga að skoða hvers konar áhrif hefur einhvers konar skilaboð sem sent til kjósendur á það svo þau taka þátt eða ekki. Og eins og ég segi, það bara erum við einhverja upplýsingar hvað getum við notað í næstu kosningum. Og þessu aðra tillögur 5, sem sagt, fyrsta tillaga varðar þjónustundum velferðarsvið Reykjavíkurborgar og það erum að hugsa alls konar úrræði sem Reykjavíkurborg með. Við viljum að fagleg starfsfólk á vaktum á kjördegi sem gæti hvatt fólk til að taka þátt í kosningum, styðja. Svo var líka lagt til að Mannréttindaskrifstofa og skrifstofa borgarstjórnar mundi fara með fræðslu fyrir starfsfólk, hvernig best að gera það. Við viljum að fá fleiri gögn þátttöku innflytjenda í kosningum því það búin að gera það bara tvisvar, svo við vitum ekki hvað verður næst ef við fáum ekki þessu tölur. Og næst þessi upplýsingar til stjórnmálahreyfinga, sem sagt, þegar við vorum að tala alls konar hagsmunaaðila, það komu fram alls konar upplýsingar sem við getum ekki gert neitt sem sveitarfélag, en það gæti alveg nýst stjórnmálahreyfingum, en eins og við getum hvatt fólk til að koma á kjörstaði og tekið þátt, en það þurfa stjórnmálahreyfingar að taka við og einhver megin að fólk getur valið úr einhverju. Svo tillaga sem tilheyrir